Góðan daginn, gleðilegan mánudag og verið velkomin í Dramakastið. Í dag mjög skemmtilegt þáttur. Já, við Mjög ætlum að tala við ætlum að fara yfir vandræðilega hluti í samfélaginu Já, og vandræðilega hluti sem við hefum lent í, svona smá sögur. Já. Við erum náttúrulega báðar svona svolítið vandræðilega típur stundum. Stundum. Við erum alveg svona, Okkur finnst margt vandræðilegt. vandræðilegri en við ættum að vera kannski. Já, svona svolítið. En áður en við gerum það, þá ætlum við að taka fyrst Drama of the Week og við báðum ykkur aftur að senda inn til okkar. Eitthvað svona drama, crisis, eitthvað sem við Já. getum þá leist að gefa ráð, eitthvað svo leist. Já, bara reynum að vera hvað sem er. Við völdum hérna tvennt. Já, vilt þú Viltu- lesa fyrst? Ég skal lesa fyrst. Ég var að hitta strák og vinkona mín er núna að byrja að tala við hann. Ok, Fake, not ok. not a fan. Girl code. Hello. Ekki tala við sama strák og vinkona einn. Og er það búið? Já, það stendur bara það. Já, ok. Mér finnst þetta ekki í lagi. Mér langar alveg smá að vita, þú veist, hversu serious þið voruð. Já. Og líka hversu góða vinkonur þið eruð kannski. Og þú veist það svona kannski alveg smá skiptumál, en náttúrulega, þú veist, aðalreglan er náttúrulega bara, maður gerir ekki svona við vinkonur sínar. Nei, maður gerir ekki svona. Þetta er bara girl code. Eða bara, þú veist, strax og vinkonur mín er búin að vera með einhverjum gæja, hitta einhverjum gæja, whatever, þá bara svona, sé ég hann ekki sem Nei, sem eitthvað option. sem eitthvað option, bara Nei. hann er bara, ég veit ekki, ég Hann er bara bara pæli ekki bara svona í þarna. því. Nei. Já, Einmitt. þannig að þú veist, allavega hljómar ekki eins og einhver geggja góð vinkona, hún allavega ekki, þú veist, að setja vináttunni ykkar í fyrsta sæti, myndi ég svona segja. Nei, og hún er örugglega ekki að pæla í hvað þér finnst. Sérstaklega hún er ekki þetta. búin að, þú veist, ræða þetta við þig. Já, en við veitum alltaf ekki hvort það sé, þú veist, kannski hægt að vera vinkonar út af þessu. Nei. Við Það má alveg senda okkur update. Já, má senda okkur update. Já, og það við erum í forðunar. Já, en okkur finnst þetta ekki lagi. Nei, Hún er ekki að fylgja girl code. nei, girl code En er þú veist, mjög mikilvægt. kannski hún myndi spyrja þig, búin að spyrja þig eitthvað, en þá er það samt Já. alveg skrítið. Já, það er svona, ég finnst einu aðstæðan að þetta mögulega gæti verið kannski í lagi, segjum, þú veist, ef að einhver er búin að vera að tala saman bara og þetta var svona frekar unserious eða eitthvað og var aldrei neitt eitthvað serious og síðan er einhver vinkona sem að hittir hann og þetta er bara bókstala ástin í lífinu Já, og bara þú ert að fara að giftast þessum manni og bara þú sérð ekki fyrir þér að geta verið með einum öðrum og tala við vinkona þína og þið bara ákveðið að þetta sé í lagi. já, þá, En- fæn, alltaf lagi. Það eru fullt af öðrum strákum fiskum í sjónum. Fullt af fiskum í sjárum. Þannig þú þarft ekki að vera að deila með vinkonunni. Það var hérna sendt inn með svolítið interesting topic. Ok, Hún sagði hérna, ég er svo mikið að bera mig saman við aðra, finnst allir alltaf verið að gera eitthvað miklu skemmtilegur en ég og er alltaf með FOMO. Og mér fannst það mjög áhverst, ég tengi alveg við þetta, sko. Ég held að flesti kannski tengi alveg smá við þetta. já, Sérstaklega í svona nútíma samfélagi, þar sem þú veist, með samfélagsmiðla og allt. já, Sérstaklega sérstaklega á samfélagsmiðlum og Já. svona glamour myndin af, En ég skil, Af henni, sko. já, ég skil það bara ógeðslega vel, maður verður bara að vera duglegur að minna sig á að þetta er bara glansmynd, þetta er ekki raunveruleikinn og ég með þess að, veist, ég hugsaði þetta daginn, var að gera eitthvað svona, þetta var alveg fyrir svolítið síðan, ég var að gera svona 2005 recap já, og ég var að skoða storyin mín yfir árið og ég var bara eitthvað, oh my god, vá hvað það lítur út eins og ég eigi bara ógeðslega skemmtilegt líf. já, Eða fattar þau? Já. Og ekki eins og eitthvað að ég sé eitthvað að reyna að láta að líta þannig út. já, En út af því ég var bara bókstaflega að sjá bara öll highlightsin af öllu árinu mínu í röð já, og ekkert af leiðlegum momentunum, já, þá væri ég bara eitthvað svona, oh my god. Þannig að þetta Klár. myndi við svo mikið á bara, vá hvað þetta er mikið glansmynd. Meira sem ég var sjálfri mér. já, Já, akkurat. Og líka bara margir af þeim sem eru að posta samfélagsmiðla að vinna að þeim, þeir eru kannski bara á náttfötunum heimi á sér, já, og svo restan af þeirnum. já, ertu ekki grínast? Þú veist, það er alveg mjög oft sem að, ef ég er alltaf að vinna á samfélagsmiðlum. Veist það Þetta sem var að- ekki skota þig samt. Nei, nei, en það er svona alveg satt, þú veist, það er ekkert slæmt, en það bara, þú veist, það er kannski oft sem ég er að taka upp eitthvað myndböndu eða eitthvað, að bara, kannski morguninn, ég er ógeðslega fín hérna og síðan er ég kannski bara náttbuxum, Já, þú veist, já, þetta er ekki svona glamorous eins og lítur út fyrir að vera já, og síðan fer ég að klippa myndbandi og þá er ég bara, fer úr, þú veist, einhvern fínum ból, fer í sloppum minni eða eitthvað, teka með make-up eða bara Já. eitthvað, að klippa þetta upp í sófa, skilur, it's not that glamorous. Ég held líka að fólk gerir sér ekki grinn fyrir hvað þetta er ógeðslega mikil vinna. Já, nei, Þú veist, að það er- klippa og Já. bara finna light og angle og hugsa út hvernig
þú ætlar að gera þetta og Já, bara, og láta þetta líta vel út, ekki að þann hátt eitthvað svona maður vilji vera að ljúga Já. hvernig hlutinir eru, en meira bara svona ég verið að gera myndband fyrir samfélagsmiðla og vil lína væntanlega að það sé fallegt og pleasing for the eye, skilur við. já. Þannig þá kannski, ef ég er að taka hérna mynd af stofinu minni eða eitthvað, þá kannski er ég að fara að taka aðeins til og svona, Já, ég já. ætla nú að passa að þetta sé svona aðeins meira svona. En það er ekki þannig í alvegni, alltaf. Já, fattiði. Ég veit ekki, kannski hægt maður að vera til að sína raunveruleikann. En ég skildi mjög vel, ég held að gera þetta allir, maður er alltaf að bera sér saman við eitthvað, en Ég held að sé bara í eðlinn okkar Já, sem að manneskjur. bera ykkur saman og sérstaklega í nútíma samfélagi með samfélagsmiðla allt á 1.000.001. það er ekki bara ekkert eðlilegt að vera að sjá svona mikið af fólki dagstæðilega sem maður getur verið að bera sér saman við. Ég Já. pældi í gamla daga þegar voru ekki samfélagsmiðlar, þá veistu ég bara að bera það saman við, þú veist. Í gamla daga? Nei, þú veist að fóreldrar okkar voru ungir, skilur að því það var ekki til eitt internet. Já, í gamla daga. Já. Back in the day. Back in the day. Þá varstu bara að bera þig saman við fólk sem var í kringu þig. Já, Bara fólk sem hefur í skóla, í vinnu og kannski eitthvað svona mega celebrities. En já. þú veist, núna getur þú bara alltaf verið að sjá hvað allir gera alltaf. Já, og nú ertu kannski að bera þig saman við eitthvað í Bandaríkjunum eða í bara Mexíkó eða... Já, sem þú bara, ef það væri ekki til samfélagsmiðla, myndir bara ekki vita þess að mannski var til. Já, þannig að bara hafðu höfuðið hátt og haldu bara áfram að gera það sem þið finnst skemmtilegt. Á þess að, Kannski taka skrollpásu, já, einmitt. bara minna sig á þetta, sko. Ef þú ert að fá FOMO varðandi, sko, ef að einhverju sem þú þekkir sé að gera eitthvað, þá kannski líka gæti verið ráð, þú veist, að ef þið langar að vera að gera meira skemmt, þú veist, ef þið finnst þess að þú sérst alltaf heima og ert ekki að gera skemmtilega hluti og eitthvað, kannski væri líka skemmtilegt, þú veist, að gera eitthvað lista af skemmtilegum hluti sem þið langar að gera og vera duglegri að hafa frumkvæði fyrir að fara út og gera eitthvað, skilurðu? Þú veist, heyri fólki. Algjörlega, já. Þú veist, og það, ég fæði líka þennan moment þar sem ég er bara svona, mér líður eins og bara alltaf þegar ég er í frítíma, þá er ég bara upp í sofa Já. og það er mjög cozy, en maður er ekki að búa til einhverja geggjað minningar upp í sofa. Nei, Þannig að þú veist, þótt það er maður rétt. er alveg líka, þú veist, kannski point að vera duglegri að heyra í fólki og Já, 100% það er bara it goes both ways. já, ekki alltaf vera að býja eftir að sé heyrst í þér, heldur líka að heyra í öðrum. Af því það er líka allar líkur á því að vinkoneinar séu líka bara upp í sófa og vilja kannski gera eitthvað en vilja Já. kannski ekki eiga frumkvæði. Þannig Já. að bara æfa sig í því að eiga frumkvæði. Já, algjörlega. Mjög sammála. Já. En eigum við að taka Fave of the Week? Já. Ég var að fá nýja Huda Beauty púrið, þannig að prest púrið. Oh Elska. my god. I love it. Allir, þú veist, ef það hafi ekkert mann hort á eitthvað vídeo sem ég hef gert, þá er ég alltaf að tala hana lausapúrið. Og ég elska það svo mikið. Og ég elska, ég nota ekkert hann. Ég það, ekki heldur. Og prestpúrið er bara geggjað líka. Ég elska það svo mikið. Og ég elska alveg að nota prestpúrið. Líka sérstaklega, sko, og þið setjum með lausapúður, en síðan þegar ég fara ekkert út, þá er ég ekki að fara síðan touch up með lausapúrið. Já, einmitt. Nefnir, ég setja með lausapúður alltaf þegar ég mála mig. Og svo getur þú touch up Já, með þessu. Já. já, með prestu, með, festupúðri. Þannig að, I love it and I'm very happy with it. Já, ég er ógeðslega spennt að ég ætla að prófa Þú mátt prófa hjá mér. Já. Ég fekk líka hann að gæjan að hefur ekki séð vídeo en það sem maður setur svona aftan á síman, þú veist. Já, svona, Þannig að pingu lítið er fóður. þetta ekki svona, hvað heitir þetta, popsocket? Jú. Heitir ekki það? Jú, Já. so cute. Ó. Hvað er þitt? Sko, þessa vikuna, ég veit ekki hvað kom yfir mig. Ég bara fekk eitthvað svona æði fyrir græna kífi kollabinum. Hvað er þetta? Epli og kífi, kannski? Ég held það. Já. Elska hann. Varstu ekki alltaf, þú varst alltaf að drekka bleikar einu sinni, manni? Já, jú, ljósbleikan. En nú er ég New komin yfir era. í grænan. Ok. Ég er Love it. obsessed, ég elska hann. Ég er alltaf búin að vera að drekka núna nýja Nocco Passion. Já, hann er mjög góður. I love it. Og ég er alltaf obsessed. Já. Eins ég drekk. Obsessed, possessed. Ok, eigum við að henda okkur í topic þáttarins, vandræðalegi hlutir. Heldur Pétur. Eigum við kannski að byrja á svona vandræðalegum hlutum, þú veist, í okkar samfélagi. Þetta er svona hluti sem að gerast oft, svona aðstæður sem maður finnur sig oft í, sem eru bara svolítið vandræðalegar. Já, Það en sem komst okkur- eru það ekki beint. Já, þið munið fatta þegar þið byrjum að útskýra. Já. Sko, fyrst hjá mér er að vera í lyftu. Já, ég mun sammála. Af því maður er bara eitthvað inn í lyftu, með fullt af fólki, kannski að stoppa mörgum hæðum og er maður svona á maður að segja góðan daginn eða hæ eða... Svo við erum inni og lokuð í sama rými, eigum við Já. að vera að spjalla. Og ef ég spjalla við þig og segi hæ, á ég þá að segja bæ við þig þegar ég fer eða Já.
ég bara, Nei, skil, ég mista líka vandræðilegt. Og Já. maður svona vill ekki make eye contact beint, eða þetta er svona smá svona skrítið. Já. þannig að það er nú svolítið ekkert spes. Þegar maður er að mæta einhverjum, þú veist, eins og bara á þröngum gangi eða á gangstjætt eða eitthvað sem er svona smá þröngt og þú veist, ég er að labba þessu og þú labba móti mér og ég sé að ég, þú veist, þekki þig en þetta er svona kannski fólk sem maður þekkir ekki það vel, bara svona, ég veit, ég kannast við þig þannig ég er alltaf að segja hæ en ég er alltaf svo vandræðaleg með, þú veist, hvað maður vera að koma nálægt manneskinu til þess að segja hæ og líka stundum er ég búin að spotta manneskina bara lengst í burtu og ég veit bara, já, þetta er hérna, þú veist, Jonni sem ég þekki, skilur eða eitthvað, ég var að segja random bara eitthvað, já, ég þarf að segja hæ við hann en ég spotta hann fyrir svo lengur hvað er ég fara að kalla yfir hæ, Jonni, þú veist ég þarf að býða þá að kemur nær og svo svona, já, mér finnst það bara, ég er alltaf jafn svona astnalega í þessum situationum og líka bara svona, ok, þegar maður er búin að sjá hann og svo horfum maður einhvern veginn niður og bara eitthvað svona, shit, ég þarf að labba eina myndi viðbót til ég geta sagt hæ og bara á ég að fara í síman eða ég bara horfa niður og ég horfa til hliðar ég haldi eye contact allan tíman bara eða heilu mínútu maður sem búin að þykjast ekki sjá hana en maður er löngu búin að sjá hana ég líka stundum lendi í því, þú veist, að sérstaklega það er dimmt úti, ég veit ekki hvað er gangi hvernig sé bara verið gömulega, hvernig ég sé svo illa í myrkri og þú veist, ef ég er að labba svona á móti einhverjum eða þú veist, er að hérna, rekast á eitthvað og ég þarf svona svolítið að stara á manneskjuna til að byrja þekki þessa mannesku eða ekki og svo er ég kannski búin að horfa á hana gætt lengi án þess að segja neitt og svo kannski þekki hann ekki og svona horfi I hate it að labba eitthvað og fatta svo að það verið vitlaus átt. Við komum aðeins inn á þetta í seinasta þætti. Já, við vorum að tala um þetta akkurat. Já, mér finnst það bara svo ógeðslega astnalegur gjörningur að vera að labba og svo þurfa allt í einu bara eitthvað að snar stoppa og snúa sig við. Já, það er vandræðilegt, sko. Þannig að ég áða alveg til að bara fara inn í fyrstu búðana sem ég sé, taka hring og svo stúa við. Hvað er að manni? Þú hættir þessi 2026. Nú er það bara að snúa við og vera bara proud. Já, proud snúari. Ég ger þetta ekstra mikið þegar ég fer inn í búð og er að koma út og labba ég alltaf í vitleysu átt út úr búðinni. Ég líka. Og ég bara gleymi hvað ég kom. Hvað er að? Við erum rosalega, sko. Næsta mitt er þegar maður er á almenningsklósti og einhver bankar á hurðina. Oh my god. Og ég veit aldrei, þú veist, hvað maður að segja. Eða þú veist, á maður bara að segja upptekið. Eða skilur upptekið. Það er svona, kom inn. Nei, no. Ég er alltaf bara, þú veist, ég segja alltaf bara eitthvað svona. Mér finnst það svo vandræðilegt. Núna segjum við bara upptekið. Upptekið, já, gott að vera með bara svona go to. En sérstaklega kannski ég er líka að spá í þessu út af þú veist þegar ég bjó í London. Að segja eitthvað ensku, ég veit ekki. Bara it's busy. I'm busy. I'm actually a little bit busy. Come back later. Actually. Já, það er svolítið vandræðilegt. Máta skó með starfsmann að því að maður er oft eini í búðinni. Já. Í skópa í Íslandi, ef maður fyrir á virkundögum eða eitthvað, það er ekkert eitthvað brjálslega busy. Nei. Þannig að maður er kannski bara pressa. Já, þannig að maður er kannski eina mannskjan sem þau eru að aðstoða. Þannig að það er ógeðslega mikil pressa að elska þessa skó. Mér líður líka alltaf eins og ég þurfa að hugsa ekki að hratt. Já. Þú veist, ef ég er bara eitthvað að reyna að hugsa mig og langar svona aðeins að vera að skoða þá líður mér þessi heimannski sem býð til svarinu mínu. Já. Hvort ég vilja það og ekki. Það er bara eitthvað svona, og svo eru þeir kannski bara, vá, bara ferðir ótrúlega vel að Mimi og ég kannski hata á. En ég kannski endaði að kaupa þá, bara því að því sem ég vil pússa á þér. Nei, ekki gera. Og ég finnst þér svona skulda þeim það, bara þú varst að naðja fyrir mig, ég skal kaupa það. Oh my god. Nei, don't do that. Það er heimskulegt. Það er ekki gott. En ég skilji. Ok, mitt er, ég hef ekki oft lent í þessu, kannski meira þá úti. Ég er að reyna að hugsa hvernig ég lenti í þessu seinast. Já, nei, ég lenti í þessu einhvern tímann á hárgreiðslustofu einmitt líka út í London. Ég var búin að taka með jakkan og hengja hann einhvers staðar upp, þú veist, inn í afgreiðslunni og þegar ég var að fara þá, þú veist, voru það að koma með jakkan til mín aftur og ætluðu að klæða mig í hann. Og ég eitthvað svona, þú veist, gekk góð þjónustæð. Mér fannst það svo vandræðilegt eitthvað. Og þess að ég var eitthvað svona lengi að hitta í gati og var eitthvað með leysi, ég var krakkja leikskóla og voru að klæða mig í jakkan. Það er mjög nýs, en mér fannst það mjög vandræðilegt. Ég er alveg, og þetta er smá svona sama væpis og stundum á svona fínu veitingastöðum sem stendur úti. Þá setja þjónarnir serviettuna fyrir þig í kjöltuna þína. Og ég er alltaf smá bara eitthvað svona, mér líður sem ég sé barn. Og þú sést það eitthvað svona passa sem er smekki minn. Og þú eitthvað svona, en ég veit það ekki, mér finnst þetta eitthvað svona smá vandræðilegt, eins og ég sé að neyða þau að vera eitthvað að þjóna mér svaka. Já. Mér finnst það mjög vandræðilegt. Já, þegar maður kveður eitthvað svo löpu í sömu átt. Það er ekkert eiginlega
Asnalegt. Já. Ég fann að sem ég venni mig á alltaf að vera bara, ok, í hvað áttir þú að labba? Já. Og svo, já, allt í lagi, bless þá. Passa mig að segja ekki bless fyrir en ég veit hvert hann er að fara. Já, og þá kannski erum við búin að finna einhvern stað til að segja bless á til að færi sikur átt. Já, það þarf eiginlega að vera þannig, sko. Og næsta mitt er, þau eru eitthvað með höndina út og ég veit ekki hvort það sé high five eða handshake eða eitthvað annað. Ég lenti í þessu hérna á einhverju viðburði í London. Oh my god. Þetta var eitthvað svona viðburður og það var fullt af leikjum og eitt að ég var eitthvað svona að þú ættir að taka bolta. Þetta var eitthvað svona tennis, þannig áttir að vera með tennisbaða og reyna að hitta boltan í eitthvað gat og þá gast unnið eitthvað make-up eða eitthvað. Ég er með eitthvað svona tennisbaða sem gæðin er búin að gefa mér og síðan ger ég þetta eitthvað whatever. Hérna þegar ég er búin og ég hitti eitthvað þá kemur hann með höndina svona út og ég bara veit ekki hvort hann sé að biðja high five eða biðja spaðan og ég bara horfði á hann í smá stund og svo var ég eitthvað gaf hann high five og rétt honum svo spaðan og svo fylgdist með vinkonu mín var líka að gera þetta og þetta var það sama og hún var líka bara get confused Oh my god. og gaf hann líka high five og ég var bara svona, gaur, þetta er svo confusing, þú veist, þú verður eiginlega ef þú spyrir high five að segja high five. High five? Ertu að vinka mér að það er líka svo ógeðslega vandræðilegt að gefa high five sem er ekki beðið það. Ég gerði þetta daginn, ógeðslega vandræðilegt að ég var á einum stað og það kemur einhver kona eitthvað svona hæ og ég hitt hana svona einu sinni eða ég hef séð hana einu sinni, ég hef ekki talað við hana og ég eitthvað svona hæ og svo var vinkona hennar að baka mig og ég bara Nei. ég bara Oh my god. Æ, það er mjög vandræðilegt. Hérna, ég haf með eitt viðbót. Þegar að maður fer í nudd, eða allavega, ok, oftast er ég að fara í nudd, ég hef ekki farið eitthvað gæt ofta, en þegar ég fer í nudd, þá segir nuddarinn alltaf við mig, eitthvað, já, þú veist, núna getur þú afklæðið þig og kalla þessu á mig þegar ég á komin. já. Og ég ætti það, ok, og svo veit ég aldrei hvað ég var að segja til þess að kalla á mann, þess að ég verið bara eitthvað, ég er tilbúin, komdu inn, Ég er nakin. nú er ég nakin, ég er komin úr eftir fötunum. Oh my god, já líka, veistu hvað ég lenti einu sinni í? allsber. Ég er, nei, ég ætla ekki að segja þetta. Svo ég er á pillunni. Þetta er ekki að vera kvartið út. Ok, alltaf. Ég lenti í því daginn, eða ok, ekki daginn, þetta var alveg 2 ár síðan, daginn í London, ég var nudd í London og þetta var alveg á fínum stað. Já. Þetta var á hóteli, hérna í fyrir svona spa og gælan segir bara eitthvað kalla á mig þú eru tilbúin og ég eitthvað, já, ekkert mál og svo var ég eitthvað, þú veist, út af því að ég átti að setja í story að ég væri hana, þannig ég var svona að taka mynd, þú veist, það tók mig ógeðslega langan tíma að klæða mig úr og því ég var, þú veist, að taka mynd af bekkjanum, taka mynd af dóttinu og svo fór ég að klæða mig út og hún lappar inn þegar ég er kvik nakin og ég er standandi Oh my god. og ég bara eitthvað, og hún er ekki eins og það eitthvað freaked out about it, þú veist, hún bara eitthvað svona, allt í lagi, ekki neitt sorry eða neitt, bara eins og ekkert sé ellara og líka ég var svo, þú veist, þetta var alveg svona, þú veist, nuddherbyggi og svo fyrir utan var, þú veist, bara gangur en sem sá, þú gast hort yfir í sundlaugina, þannig að það er alveg, við getum verið ykkur að lappa framhjá og ég er bara eitthvað standandi að það gett nakin það var hræðilegt Og það er reyndar eitt vandræðilegt líka að fara til kvensjúkdómalæknis. Já, það er alltaf smá vandræðilegt. Ég er eitthvað elska mína, erum við ekki á sömu? Jú, við erum á sömu. Hún er mjög næs. Hún er best. En bara svona gjörningurinn að fara hana bak við þetta tjald, klæða þessu úr að neðan, þetta er bara eitthvað svo ónáttúrulegt og vera svo með eitthvað svona lítinn klút eitthvað. Og síðan þess að fyndið svona, af hverju er með hann klút, hún er að fara að sjá bara allt. Já, en mér finnst eitthvað þægilega að vera með klútin. Já, það er bara hana á Adamseflinu. Þú sagði ekki mamma þín var að segja þetta hétt ekki Adamsefli. Þetta heiti Adamsklæði. Nei, yfirklæði. Adamsefli hér held ég á strákum. Já. Ég held að það sé Ég stelpur ekki með Adamsefli. Ég er með yfirhefli. En já, ég var sko fyrst skeitt sem ég fór til kvensjúkdómalæknis. Þá fannst mér þetta svo vandræðilegt og ég á sko mjög erfitt með svona aðstæður þar sem ég er ekki með gett skýra leiðbeiningar og því ég er svo stressuð að gera eitthvað vitlaust eins og þegar ég fyrir nudd, skilur eða eitthvað svona dæmi þar sem ég þarf eitthvað svona að afklæðast eða whatever, þá vil ég bara að það segi mér nákvæmlega hvað ég á að gera eitthvað, ok, ferðu úr þessu og svo ferðu undir teppið eða whatever og ég fór til kvensjúkdómalæknis fyrst skipti og hún eitthvað svona, já, síðan ferðu bara hann að baka og klæður úr og ég alveg, að ég klæði mér úr öllu eða þú veist, þetta myndi ég, þú veist, ég sagði ekki að ég klæði mér úr nærbuksunum líka væntanlega, hvernig hún var þess að sjá ef ég er ennþá í nærbuksunum ég held ég að spyrta þessu líka en ég var bara eitthvað svona, ég vil ekki mæta og hún sé bara, wow, betur, akkur ertu nakin
Ég fannst það bara eitthvað svona vandræðalegt. Ég held að ég hef spurt líka bara eitthvað svona, þegar ég var komin sko bak við tjaldið og úr buxunum, þá spurði ég bara eitthvað svona, viltu ég fara nærbrunni líka? En þú veist, væntanlega hún er ekkert að fara eitthvað að gefa þér eitthvað auka þjónustu við að taka Heldur hún sem að klæða þig úr. Hún sé að klæða eða sjá í gegnum nærbysuna. Taka svona smá til hlýðar kannski. Nei, það bara ef það er einhverja stelpur hlusta sem hafa ekki farið þeirra farið fyrir skipti, farðu úr öllum eða farðu úr öllum. Þú þarf ekki að fara úr að ofan samt. Öllum klæðum að neðan. Já. Og þú getur sett svona klút svona utanum. Já, lítið klút. Klútur er næsanlega eins og niður rassinn. Getur örgulega, nei, hann er ekki rassinn sko. Getur örgulega borgað auka gjald fyrir að þá getur hún afklætti. Já, við getum alltaf tjekka á því. Það er sniðugt. Ertu með einhver persónuleg vandræðaleg moment sögur sem að við getum fengið að heyra? Ég hef örugglega heyrt allar þínar. Já, sko ég er með já, our listeners. Dressmann söguna mína. Ég ætla bara að gera hana stutta og hnýtt með það. Já, svo getum við náðu fleiri sögur minn. Já, ég er sérst í Kringlunni með manninu mínum og við erum í einhverju búð, bara hagkaupið eitthvað. Og svo segir hann eitthvað, ég ætla að stökkva í Dressmann af því ég ætla að kaupa mér eina skyrtu. Já. Okay. Þannig að hann fer í Dressmann og ég kem svo bara þegar ég er tilbúin. Ég lappin í búðina og það eru 2 búningsklefar og það er bara einn í notkun. Þannig ég er bara eitthvað svona, ok, þetta var á virkum degi, það er ekkert margir í Kringlunni, skilur. Ég fer að klefanum og er bara eitthvað, Gunnar, ég fæ ekkert svar og ég er bara eitthvað, þetta er svo típist Gunnar að vera eitthvað að fokka í mér þarna. Þannig ég er eitthvað svona, Gunnar, ég veit að þú ert að nynni. Fæ ekkert svar og ég er bara, hvurslags er þetta? Og ég eitthvað, ég veit að þú ert að nynni. Og ég fæ bara ekkert svar. Þannig ég tek og ríf upp tjaldið og ég segi bara, ég veit alveg eftir inni. Og þá er bara einhver úlingur að klæða sig í buxur þarna. Jóhanna, þetta er náttúrulega ekki lægi, sko. Grey. Og ég var maðurinn. Og ég var líka bara eitthvað, sorry! Oh my god. Þetta er svo fyndið. Og bara strunsa út á búðinu og ég hef ekki farið í Dressmann síðan. Nei, ég bara skilja mjög vel. Að þið kennið þér að bíða eftir svarið og það að opna en það var ekkert svar. Já, bíða þá, ef það er ekki svar þá kannski er hann bara ekkert á nynni. Já, ég veit það. Oh my god, alveg þetta er svo fyndið, sko. Mjög óviðeigandi. Ég hefði dáið. Ekki gott, en þegar botninn með kvalt þá er þetta honum að kenna. Já, það er alltaf, já. Hann var ekki svona inn í búðinni, bara fann einhvert annað. Alltaf honum að kenna. Og ég bara byrja að áreita fólk hana í Dressmann. Hvað er múin að gera þér? Það bara, ég hef ekki heimil á mig, sko. Ekki lægi. Ert þú með einhverja persónulega sögu? Já, eitt er enda sem ég ætla að segja. Ég gleymi alltaf svona vandræðalegum sögum og ég held ángríns að ég bara svona loka þær inn í munn og langar ekki að munna þær. Já, bara svona blakkja út. Þú veist, ef einhver spyr mér bara hvað er eitthvað vandræðalega moment sem ég lendi í, ég ætla bara, ég ángríns þetta ekki. En ég veit ég hef lent í mjög mörg vandræðalegu, en ég bara einhvern veginn svona gleymi alltaf. Ég bara íti lengst niður í undirmeðvitundina. En eitt sem gerðist daginn sem var reynda mjög fyndið en svolítið vandræðalegt. Ég var í London og ég fór til matabúð og ég var að versla mér í matinn bara, þannig ég keypti bara alls konar dót. Eitt af því var rjómi og ég var með svona taupoka, þú veist, og í taupokunum var pakki sem ég ætla að fara að skila, Asos-pakki og því ég ætla að fara að pósta því næstu matabúðina, þannig að ég eitthvað svona með pakkan í töskunni, set allar matverðinu minnur ofan á pakkan, whatever. Síðan fer ég inn í hérna pósthúsið og er eitthvað, já, hérna ég skila þessu þetta og tek svona 5 hendina ofan í taupokan og svona vippa pakkanum upp og svona slengja borðið, þú veist, fyrir fram að gæjan og það er bara rjómi út allt. Út af það er rjóminn sprungið í pókanum. Pakkin er allur út í rjóma, borðið er allur út í rjóma og núna hendur það mína líka en það finnst það og ég var bara, oh my god, I'm so sorry, do you have tissue og eitthvað svona, byrja eitthvað að þrífa þetta og síðan er bara, oh my god, og síðan loksins næja að þrífa þetta allt og þá hérna, en náttúrulega lyktar það allt þessu rjómi og svo hérna ætla ég að fara að borga fyrir sendingagjaldi og þá tek ég hérna budduna mína út og þá er hún líka öll út í rjóma og þú veist komið svona inn á milli allar kortana í buddunni en það finnast það var að gæinn var bara eins og ekkert var eðlilega. Hann var bara drulluð sama, horfði bara á mig gætt, bara það var engin svipur á andlitinu á honum. En var hann ekkert að aðstoða þrífa þetta? Nei, en hann var, og ég var bara, oh my god, I'm so sorry, eitthvað, do you have tissue? Og hann var bara, já, bara svona, alveg sama. Sem var kannski bara fínt fyrir mig, en svolítið fyndið. Oh my god, það var svo astalegt. Þetta var bara mjög astalegt og vandræðalegt og svo þurfti ég að þrífa allt og öll kortir mín og allt þegar ég kom heim. Heyrðu, ég lendi í svipum daginn. Hvað? Ég er bara nýbúin að lendi í þessu. Fyrir svona 2 vikum. Hvað gerist? Að þá fór ég í Ríkið. Ég var að kaupa svona 6-pack af bjór í gleri fyrir manni minn.
Stemming. Og ég, eins og þú, ég tek hann upp og slengi hann svona Við erum bara alltaf harðhendar. Ég veit það. Og Okay. í því detta 2 flöskur á gólfið, beint á starfsmanninn og sko Oh my God. mölbrotna í 1000 móla. Greið starfsmaðurinn. Greið! Og ég bara eitthvað, guð, bara fyrirgefðu þig. Oh my god. Og svo bara fór ég að náði annan bjór að borga hann og Það er svolítið ljótt að þér. Það Já. árið eitthvað starfsfólk. ég veit það. Tráma Ég þess bara- að fólk í kringlunni Þetta- og ríkinu og hagkaup og... Þetta er ekki mjög sniðið, sko. Nei, Ég alls er ekki neitt. mönnum bjóðandi, sko. Nei, alls ekki. Eigum við að segja danstíma sögum Oh my god, ég veit ekki hvort við ættum að segja það. Í smá hatari sögu en hún samt mjög fyndin og vandræðaleg. Það er mál með vexti. Mhm. Að ég var rosa mikið athletic. Mhm. Ég var í 5 leikum að dansi og alls konar. Ég Þú var varst alltaf, yngri. já, ég var alltaf verið rosa mikið svona í öllum íþróttum og svona. Ekki ég. Ekki embla, Alls ekki. en þarna, einn góðan viðdag, þá segi ég við hana, við ætlum að fara að æfa dans. Þetta var áramótaheit. Eða eitthvað Já, svo já, það var áramótaheit og þú varst bara eitthvað, ok. Þú vorum svona 17 ára. Já, vorum 16, svona- 17 ára. Vorum 16. Ok, Ég 16 held ára. ég 16, já. Já, þetta var örugglega áramótin 2015-2016. Já, við vorum bara að busa, sko. Þannig að Já, ég fer, ég samþykki þetta. þú Með því samþykkir þetta. skilyrði var að taka fram þetta er mjög mikilvæg punktur í sögunni. Með því skilyrði að við myndum fara í byrjandatíma. Já, Ég vildi semst að við myndum skrá okkur á okkar byrjandanamskeidansi út að ég kann ekki dansa bara for shit. Ég æfði ballett þegar ég var 2-3 ára og that's it. Og síðan er ég bara ekki með neitt, þú veist, ég kann ekki dansa. svo hefur það verið svona þitt vega nesti í þínum íþróttaferli. Já, eiginlega. Og ég var bara, ok, ég er til ég að koma með þér, skráða okkur á okkar byrjandanámskeið, bara ég vil að allir annað inni sé bara byrjandur. Já, já. Og þú segist það hafa gert það. Ég held það. Ég gerði smá research og ég Greinilega skráði ekki nógu gott okkur. research. Ég skráði okkur í eitthvað, ég veit ekki hvort það þurft að skrá. Ég held að það hafa bara verið eitthvað svona opin tími fyrir byrjandur eða eitthvað svo leis. Já. Af því að við mætum svo, rosa peppar og spenntar í íþróttafötum Mjög spenntar. í fyrsta danstíman og svo bara, Má ég segja fyrsta red flag. já, Fyrsta red flag, þegar maður býðast tímanum, það virtist vera að allar hina stelpuðunar svona þekktu hver aðra. já, þær voru eitthvað svona, Allar spjalla, ekki að mikið að spjalla eins og þeir þekktust, já, eins og þeir þekktust alveg frekar mjög vel. já, það var fyrsta red flag. Og svo fyrir við inn og Já. annar red flag að hún lesi upp og Við erum að ekki á sjálfsögða ekki okkur. Við erum ekki á listanum. Þarna hefði áttalega bút. Það hefði átt að lappa út en það gerði við sko heldur betur ekki. Nei. Hún byrjaði eitthvað svaka uppbytun Já. þar sem við áttum að gera eitthvað svona píruett yfir gólfið og Já, og Embla allir veit horfa. ekki einu svona hvað píruett er. Þetta var bara eitthvað snúður í hring, bara fyrir framan alla. Einn í einu, Bara- já, þetta var einn í einu. Og ég gerði það. Þú veist, allir að horfa og ég eitthvað fyrir mig bara svona, já, ok, eitthvað, sný mér í hring yfir gólfið. Já, What the hell? Það var uppbytunin. já, það var bara uppbytunin og það var alveg nokkur þannig ránd ef við áttum Já. að gera eitthvað svona 1 og 1 yfir gólfið. Já, og bara sína okkur danshæfilega. Og allir að það kunna dansa. Já, Þú veist, þetta var bara mjög flott hjá öllum. Bara eitthvað, já, hérna takk ég píruettin eitthvað stelpur. Ég bara, já, akkurat. akkurat, einmitt. Þá veit ég hvað það En er. svo næsta red flag var að hún var að tala um eitthvað danssýningu sem væri í vændum, Já. eitthvað svona risastór danssýning og þá dans sem að allir kunnu. Þetta var eitthvað svona, hún setti bara tónlist og allir byrjaði bara að dansa þennan eina dans Já. sem var fyrir þessa danssýningu og við vorum bara eitthvað, ég held við höfum sko reynd að gera nokkur spór. Já, og síðan Við var ég bara, fórum ekki strax út. nei, við getum þetta ekki lengur. Bara við getum þetta ekki lengur. Nei. Bara ég get ekki verið einn og þúst vita hvað er í gangi og verið einn eins og bara, ég veit ekki hvað, eins og hvað sem var, svona eins og svona Bambi á svelli. Eða þannig. Eins og belli á svelli. Belli á svelli. Bara, þetta er ekki hægt. Þannig við löpum síðan við vorum hana allt of lengi. En við fórum svo, at this point, þá fórum við að þjálfaranum Já. og spurðum bara, heyrðu, er þetta byrjandatími? Og hún var bara eitthvað, nei. Já, Þannig að við bara löpum út já. og við bara, we've never looked back. Þetta var svo vandræðilegt og ángríns, það væri mjög fyndið, ég veit ekkert hvað stelpur þetta voru sem voru í þessum Nei, tíma, það væri nei. mjög fyndið að það myndi heyra þessu sögu og það voru örugglega bara, hvað í fjandanum er það að gera hérna stelpur? Og það var enginn sem var eitthvað svona, heyrðu, eru þið nokkuð rugglast? Nei, þetta Það var var enginn, ekki einu sinni þjálfarinn. Mér leið svona smá eins og ég hefði verið að mæta
á leiklistræfingu þar sem allir væri búin að æfa eitthvað leikrit Já. og mér var bara hendin og ég var ekki búin að lesa handrit og vissi ekki neitt og Já. það var bara, já, ég kom með þér hver er þín lína Já. og ég var bara bulla þú veist, það var bara það, oh my god, þetta var svo vandræðilega, sko. Þetta var ekki gott. Nei. En þetta er alveg svona eitt af því vandræðilegasta sem við erum lent í saman, sko. Já, Myndi ég segja. 100%. Eða svona humiliation. Við vorum bara Þetta var humiliating. Þetta var mjög Já. humiliating. Mér varst það allavega. I could not. Ég var að gera augnháralengingar Já, ok. í eitthvað tíma og ég fekk kúna til mín og maður stendur svona oft upp þegar maður er búinn með settið þá stendur maður oft upp til að sjá hvernig augnhárin eru á sjónarmiðinu þannig að maður stendur upp Já. og horfir á augnhárin þannig Ok, á meðan hún er liggjandi. á meðan hún er líkandi, já og þau voru bara fullkomin þannig að ég ætla að setjast aftur niður og hitt ekki á stólinn og ég sko faceplanta í jörðina og sko bæði ég og stóllinn hann bara þeyttist eitthvert Oh my god. Nei, og það er ég svo fyndið. beint á gólfið og hún handa með loka augu Já, hún er alltaf með augun bara sem er límt saman. já og var bara eitthvað, er þetta í lagi? Og ég bara, já, bara eitthvað, ég datta eins Það er svo fyndið. þetta er alveg, þú veist, top 2 Hún var alltaf með loka augu. hún er alltaf með loka augu en hún heyrði allt Já, það er líka svo æsnald að já, ég bara datt. já, Ég bara, já, ég bara hitt ekki á stólinn Oh my god, það er svo fyndið. við bara erum með breytt bak í gegnum þetta líf þá við séum svona Þetta er bara skemmtilegt. Maður verður að lenda í ykkur vandræðilegu til þess að Já. geta sagt skemmtilega sögur. Það er bara þannig. smá lítið lífið Það er ekkert gaman á meðan það er að gerast, en Nei. svo er það bara fyndur skemmtilegt. En ég held að við segjum þetta bara gott í dag, en það ekki? ég held það bara takk fyrir að hlusta Já, takk fyrir að hlusta. Minnum líka á að við erum ofta að setja inn eitthvað á Instagram, spurningabóks og eitthvað svoleiðis fyrir næstu þætti, þannig að endilega tjekkja á því og fylgja okkur á Instagram til að fylgjast með hvenær við setjum eitthvað svoleiðis. já, Og- við erum líka með TikTok Já, en líka með TikTok, en það er líka með spurningabóksin alltaf nafnlaust og allt svoleiðis, þannig að þú veist, við erum aldrei að fara að deila í hver sendi hvað inn. já, og bara endilega bara drítið inn að því að Já. svo bara munum nota þetta í þátturum Já, þannig að mjög gaman. En já, hann er við saman bara hress og kátt á næsta mánuði. næsta mánudag bless Keks!